Já, Halldór, flottur sigur hjá þér og þínu stelpum kvöld. Hvað ertu svona ánægðasti með svona fyrir utan auðvitað sigurinn? Bara við gáfust aldrei upp, þótt við vissum alveg að það vera erfitt að fara í leik, lítið æft saman. Og það gáfust aldrei upp og börðust. Þótt það kom dýfur hana hjá okkur eins og við byggust alveg við að myndum, eins og þriðja leikur, það hættu að hitta bara. Það hættu aldrei samt. Og leggja sig fram í vörninni og berjast fyrir alla boltarunni. Eins og bara maður getur ekki beðið meira en það. Já. Herru, það er langt æfingabann svona að klárast og hvað þá keppnisbann. Hvað er svona þínu mati svona helsta sem liðið þarf nú að bæta núna á næstu leikjum og vikum? Það er bara náttúrulega aðalega leikformið. Það voru mjög þreyttar í lokin og svo við náðum einni æfingu alla saman það var bara í gær og svo bara nú bara komast til leikformið sem fyrst og svo bara fín pussarhluti. Þetta tekur fyrstu 3 leikirnir, 4 leikirnir verða bara pre-season svolítið. Liðin að finna taktinn og koma öllum í réttan takt. Já, og það er nú aldeilis álagi sem er að fara í gang núna, 4 leikir næstu 11 dögum. Hvernig leggst þetta prógram í þig? Herðu, þetta er erfitt kannski mjög stíft sérstaklega að byrja. Maður náttúrulega hrættur við meiðsli og svoleiðis en við viljum við spila, þannig að vilja allir spila. Svo er maður alveg ánægður með það. Við viljum æfa minna og spila meira og það er alltaf gaman en auðvitað er þetta töff og meiðsla átt að byrja með. Maður þarf að reyna að dreifa álaginu á leikmennina og mjög töff náttúrulega út ekki með kannski fulla skýrslu. Já, nákvæmlega. Gerði það er vera. Já. Herri, ég þakka kærlega fyrir og bara aftur til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Takk sömuleiðis.